Komið blessuð og verið velkomin með okkur í Hvíta máva. Gesturinn floginn inn, situr hérna í stóla á móti mér, heitir útlendurnafni að hluta til. Helga Kvam, tónlistarmaður, ljósmyndari, matgæðingur, eiginkona og eitthvað fleira. Helga, verður velkomin. Takk. Ég veit ekki hvar við að byrja, það ekki kannski helst tónlistin? Jú. Það stærsti hlutinn af þér? Já, fylgt mér alltaf. Hún alltaf fylgt þér? Já. Alveg frá, fæðingu í raun og veru, Er það ekki? Jú. Og það náttúrulega tengist á, báðum foreldrum? Já. Já. Kvam? Já. Það norskt? Já. Pabbi norskur? Já. Kemur til Íslands og hvað? Segðu mér meira. Og kynnist mömmu í tónlistarskólanum, þar sem þau voru bæði að kenna. Já. Koma til þess að kenna? Já. Já. Og ætlaði bara að vera í 1 ár, Já, eins og oft við þetta. Svo ég hérna og þannig að... Já. Þannig að það mér að kenna að hann var hérna áfram, Væntanlega, Já. það? Já. Já. Og hann tónlistarmaður og tónlistarkennari. Já. Spilar á hvað? Hann spilar á allt eiginlega, en hann sérhæfður í hérna málmblæstri. Já. Og stjórnandi. Já, hann stjórnandi og kennir þá mestmegnis málmblástur, eða? Ég gerði það, í dag hann kennir mest í raun og veru bara á píanó í dag. Já. En mamma þín? Mamma lærður organisti. Hún frá organisti? Þýskalandi. Já, nú það? Já. Já. Og manstu þá kannski ekkert eftir þér öðruvísi en bara á kafi tónlist? Nei, í raun og veru ekki. Svona fyrstu minningarnar sem ég hef eru í raun og veru að sitja bara með mömmu í kennslustundum þegar hún var að kenna. Nei, það? Já. Og var hún þá að kenna á orgel? Já, og píanó. Og píanó? Já. En hún starfar ekkert við þetta í dag, eða? Nei. Hún hleypur ekkert í Svalbarðsstrandakirkju og spilar á orgeli? Nei. Hvað, hún í öðru? Já, hún rekur urtasmiðjuna, þar sem hún að framleiða krem og alls konar húðvörur úr íslenskum jurtum. Já, hún gerir þetta úr íslenskum jurtum. Já. Hefurðu fylgst með henni í þessu? Já, ég hef svona reynt aðeins að hjálpa til. Já, og hvernig byrjar svona? Þetta byrjar í raun og veru í pottunum heima í eldhúsi, Já. Og svona tilraunastarfsemi og menna, var það áhuginn hennar sem algjörlega. Á svona? Já. Þannig hún fór bara af stað? Já. Fór bara út í náttúruna og týndi? Já. Varst þú ekkert sendið það að týna svona? Nei. Þegar hún byrjar á sig þá bjó ég bjó örugglega í Reykjavík þá. Já. Þannig að ég var ekkert með í svona fyrstu skrefunum. Nei. Hvernig var það bara sjálfsagt mál að þú færir að læra á hljóðfæri? Já, í raun og veru. Það? Já. Varstu til í það? Algjörlega. Ég held ég að verið svona 30 ára þegar ég bara sagði ég ætla að vera tónlistarkennari. Já, það? Já. Og hvenær voru þau þá að kenna þig fyrst eða varstu sendið í tónlistarskóla? Ég fór í tónlistarskólann á Akureyri. Já. Bjuggu þau þá á Akureyri eða? Nei, á Svalbarðsströnd. Já, þau hafa alltaf kannski búið þar? Já. Og þú keyrð í tónlistarskólann? Já. Og? Og ég byrjaði að læra á blokkflautu eins og flestir á þeim tíma. Já. Og svo læri ég á píanó og ég prófaði aðeins selló, ég var ekki að finna mig í strengjahljóðfærunum, Nei. Svo prófaði ég aðeins að læra á óbó líka. Það var nefnilega þannig, pabbi var með skólahljómsveitina og það var svolítið þægilegt að nota mig stundum bara í þau hljóðfæri sem vantaði að láta spila á. Helga mín, komdu og spilaðu. Já, það vantaði óbóleikara, þannig að það var fínt bara að ég færi að prófa að læra óbó, Svo lærði ég á þverflautu líka og spilaði á slagverk í skólahljómsveitinni. Ég man eftir því. Já. Þannig að þú ert búin að prófa ýmislegt. Já. En þá píanó eða hljómborð þitt hljóðfæri í dag, eða? Já,
Ég stundaði framhaldsnám bæði í píanó og þverflautu og kirkjuorgel. Nei, það? Já. Og hvar orgelið hjá þér í dag? Spilarðu eitthvað? Nei, ekkert í dag. Nei. Hvernig hljóðfæri ertu með heima hjá þér? Hvað áttu? Herðu, ég á Steinway, eldgamlan Steinway, Vertigrand sem ekki flygil, en þetta píanó með flygilhörpu. Hann með því lagi þá? Svona... Nei, þetta bara standandi píanó, en það hærra en venjulega, af því að þetta harpan sem liggur venjulega í flygli, hún látið standa upp. Já, áttu svoleiðis. Hvar fékkstu það? Herðu, ég fékk þetta frá mömmu og mamma keypti þetta hljóðfæri þegar hún var að læra, frá Grund, inn í Firði. Nei, já. Gamalt þá eitthvað? Já, þá var það gamalt. Steinway framleiðir þessi hljóðfæri bara í 25 ár eða eitthvað svoleiðis, í kringum aldamótin 1900, fram til svona 25-27. Já, hvaðan þitt? Ég meina síðan hvernig þitt? Ég veit ekki, ég ekki búin að skoða það, sko. Nei. En þetta gott hljóðfæri? Já, mjög gott hljóðfæri. Já. Það þungt og mikið. Já. Þetta svona eins og að keyra stóran jeppa. Já. Þannig. Nú hefur þú verið að spila með nokkurum ungum norrlenskum konum. Já. Og þú spilar þar á hvað? Rafmagnspíanó? Bara á píanó. Á píanó? Já. Þegar hljóðfæri á staðnum, annars mæti ég með rafmagnspíanóið undir hendinni. Já. Og þetta allt saman konur sem eru menntaðir í tónlist? Já. Þetta skemmtilegt? Þetta æðislegt. Ég nefnilega var á tónleikum hjá þér. Það var rosalega gaman. Já. Þetta óbúslega skemmtilegt. Já. Sko, þegar þú stekkur af stað sem barn með mömmu og pappa og læra á píanó og læra í tónlistinni, í tónlistaskóla á Akureyri, segirðu það. Og hvað svo? Hvernig var framhaldið? Framhaldið að vera, ég byrja að kenna mjög snemma og mér er boðið að koma suður og kenna. Þannig að ég fyrir suður og kenni og þegar maður að kenna þá hefur maður ekkert mikið tíma til þess annars. Já. Þannig að ég fór ekki í tónlistarháskóla. En mér langaði líka alltaf að læra meira í tónlist sem myndi nýta í kennslu. Já. Og tónlistarkennarar eru yfirleitt að kenna mestmegnis börnum. Þannig að ég ákvað að fara til Írlands og ferðast og læra þjóðlega tónlist og læra hana eins og hefðin kennir. Í Írlandi? Já, það ekki nótur, það er bara þessi eftirhermuleikur, sitja og reyna að spila með, reyna að elta. Já, en varstu þá á píanó? Nei, þá var ég á þverflautu. Þá var þetta þverflaut? Já. Og hvernig gekk þetta? Þetta var mjög gaman, mjög skemmtilegt. Hvað varstu lengi? Ég var í 4 ár. Já, á Írlandi? Já. Og í þessu? Já. Hvernig líf var þetta? Þetta var mjög skemmtilegt, og Bjóstu á sama staðnum eða varstu? Já, ég bjó á sama staðnum. Hvar bjóstu? Það heitir Waterford, það er á Suður-Írlandi. Já. Og svo bara ferðaðist ég Tók lestina eða strætó þegar ég átti pening. Með flautuna? Já. Og? Og fór inn á næstu krá og settist niður með þeim hóp sem var að spila þar. Nei, það? Kynntir þið bara? Ég heiti Helga og er frá Íslandi. Já, hefðin þann úti að það heitir Session. Þá yfirleitt svona kjarni af tónlistarmönnum sem er ráðinn til þess að halda uppi tónlistinni það kvöld. Kannski 4 eitthvað svoleiðis. Og svo eru allir velkomnir að koma og spila. Setjast niður og spila. Þannig að þú bara lappar inn og þú bara sest niður. Nei. Já. Er þetta ekki magnað? Þetta æðislegt. Já. Og þessi írska þjóðlaga hefð og þessi írska þjóðlagamúsík er náttúrulega, hún er alveg hún er mögnuð. Já. Og var það sem að heillaði þig og dróði þig þangað? Já. Mér langaði að fara að læra svolítið þessa keltnesku músík og skoða þessa þjóðlaga hefð. Og horfði á Skotland, Mön meira að segja, og Írland. Og svo á þessum tíma var ég að vinna með kennslu á Dubliners í Reykjavík og fekk þar tengingu inn í Írland, þannig að maður var ekki að fara alveg út í óvissuna. Já. En fórstu ein? Nei, við vorum 2 stúlkur sem fórum frá Íslandi. Og í 4 ár? Já. Vannstu fyrir þér með þessu? Já,
þegar ég vann á bæði veitingastöðum og kaffihúsi og svo síðustu 2 árin þá var ég ráðin á einum stað til þess að vera sér fast í tónlistarkjarni. Já, og fyrstu semmilega borga? Nei. Ég átti oft hálfan lauk í ískapnum og ekki meir, sko. Peningandi fóru í að kaupa sér far til þess að fara þarna, hitta þennan tónlistarmann og læra aðeins að honum. Já. En sko lærdómurinn felst bara í því að hlusta og sjá og herma. Já, þú skrifar ekkert eða neitt svoleiðis. Nei, í raun og veru. En svo sko ferðu á milli sýslna og þá sama lagið ekkert sama lagið lengur af því að þetta er náttúrulega bara svona eins og þjóðsögur sko. Það bætist við, það er verið að ýkja og draga úr. Já. Er þessi írska músík sko hendar hún okkur? Já. Við Íslendingar erum að vísu sko, við erum svolítið þung, þannig að svona það vantar í okkur en að léttleika. Já, það er alltaf að tala með íra sem er skemmtilegir. Já. Og þú hefur náttúrulega sannreynt þetta á þarna? Já. Ertu að spila þessa músík hérna heima? Nei. Og hvað, hugsar hana þá eða? Já, en samt sko, fyrir mér eiginlega að fara þarna og spila þetta, það sem ég kom með heim í farteskinu var allt annað en þessi tónlist í raun og veru. Já. Ég kem heim með miklu víðari sjóndeildarhring en áður en ég fór. Já. Og aðferðir sem ég er að nota í kennslu í dag. Þú beitir því sem þú lærði þarna út í kennslu í dag? Já. Og hvað þá? Tækninni eða? Nei, það er meira svona hvernig þú lærir. Já. Og hvernig þú hjálpar nemandanum að vera snöggur að læra og skilja. Þetta er bara verkefni vandamál lausnir, sko. Já. Og þarna var, ég var að spila út í sveit á lítilli krá og þar var maður að spilaði harmoníku og hann hefur örugglega verið svona 95 ára og blindur og ég satt með honum í 2 tíma og við spiluðum og hann kenndi mér svakalega mikið. Varst þú þá með flautuna? Honum var kennt eins og hann var að kenna mér. Já. Þannig að... Varst þú þá með flautuna? Já. Notaðu hana alltaf? Þú hefur ekkert verið með mitt annað hljóðfæri? Nei. Já. Áttu góðar flautu? Já, ágætisflautu. Datt er aldrei í huga að þú yrðir kannski bara, hérna bara áfram? Nei. Þú ætlaðir það aldrei? Nei. En ætlaðir að vera svona lengi? Já, í raun og veru, ég sá fyrir mig svona 3 til 5 ár, sko. Já, þú gerði það? Já, en svo ástæðan, sko, fyrir því að ég var ekki 5 ár, var svo að ég frétti að það vantaði þverflautukennara á Akranes. Þannig ég prófaði bara að sækja það og fékk þá vinnu. Já. Þá var mjög gott að koma heim í einhverja svona vissu aftur. Já, í svona launaumslag. Já. Hitt var orðið svolítið erfitt. Já. Og svo hvað? Svo kom ég norður. Þangað sem ég ætlaði aldrei að koma aftur, sagði ég þegar ég fór, sko. Aldrei norður aftur? Bara aldrei koma hérna, hræðilegur staður. Er það? Nei. Og af hverju? Ég veit ekki, bara einhver úrlingsmótþrói eða eitthvað svoleiðis, sko. Já. Eða þrá að fara og skoða og sjá meira, en náttúrulega því lengra sem maður fer og því meira sem maður skoða, þá skilur maður sjálfa sig betur. Já. Og ég fann það bara, hér vil ég vera, það er langt best að vera hérna. Er það? Já. Þetta finnst mér fyndið. Já. Aldrei Fjöllin og sjóurinn, allt á sama stað. Mér finnst það hræðilegt þegar ég bý út að sjá ekki fjöll og sjá ekki sjó. En hvernig sko, þegar þú kemur tilbaka á staðinn sem þú ætlar aldrei að koma til, fórstu þá í vinnu hér? Já. Og í hvað skóla? Ég byrjaði að vinna út á Svalbarðsströnd og þar var auglýst eftir bara tónmenntakennara ásamt á fleiri stöðum hérna á Akureyri og ég sæki þetta allt og fæ þetta náttúrulega allt af því að það er enginn sem að sækja tónmenntakennslu, því miður. Og húsið sem afi og amma áttu stóð autt, þannig að ég tók og leigði það. Og ég byrjaði svona að taka nemendur þarna í einkakennslu út á Svalbarðsströnd og svo vindur það upp á sig og endaði sem tónlistarskóli með 5 kennurum. Já, þú byður upp skóla? Já. Já. Í hverju ertu í dag? Í dag er ég sjálfstætt starfandi tónlistarmaður. Tónlistarmaður? Já.
hvernig gengur það? Mjög vel. Aha. Já. Hefurðu meira uppúrður heldur en á Írlandi? Já, ég á aðeins meira en halvan lauk í skapnum núna. Já. Já. Og þú átt mann núna, er það ekki? Jú. Hver er maðurinn þinn? Hann heitir Völundur Jónsson. Og hvað gerir hann? Hann er ljósmyndari og svo vinnur hann hjá Bókun, sem er ferðaþjónustu fyrirtæki. Já. Ljósmyndari? Já. Þú ert ljósmyndari? Já. En þú sagði mér að þú væri sjálfmenntaður ljósmyndari? Já. Segðu mér að því. Það byrjar, ég var alltaf að taka myndir sem krakki og unglingur. En svo byrjar vefur sem heitir ljósmyndakeppni.is. Já. Og bróðir minn sendi mér einhver svona fíblagang. Taktu nú þátt hérna í keppni, farðu og taktu mynd, þetta verður ekkert mál. Og ég sagði bara, já, ég átti mynd og vel og dustaði af henni rykið fer og tek mynd. Og lendi í öðru sæti og sagði, heyrðu, þetta væri gaman, nýtt hobby, prófa þetta. Þannig að ég sest niður og byrjaði að lesa og horfa á kennslumyndbönd. Í ljósmyndun? Já, og ég byrjaði að býja því að vera kennari, búin að vera kennari í næstu 30 ár. Já. Að þannig að ég kunni að setja upp námið fyrir sjálfa mig. Já. Og ég sæki mér í raun og veru engatíma hjá lærðum ljósmyndurum líka. Bara kennslu og æfði mig eins og maður gerir á hljóðfæri líka. Já. Og það svona vatt hratt upp á sig. Og ég fæ birtingu erlendis og heima í tímaritum og bókum. Já, er það? Já. Færðu peninga fyrir það? Já. Ef þú átt mynd sem að birtist í einhverju tímarit í útlandum, færðu borga fyrir það? Já. Er það sæmilegt? Já. Ég náttúrulega ræði verðinu svolítið sjálf. Já. Þannig. Og í hvernig tímarit fara þína myndir? Ljósmyndatímarit til dæmis. Já. Það var þetta viðtal einhverjum umfjöllun annarkvort þá mig eða Ísland eða landslagsljósmyndin. Já. Hvað finnst þér skemmtilegast í ljósmyndinu? Landslagið, það er bara fara út með kaffi á brúsa í bakpokanum, labba einhvers staðar lengst inn í einhvern dal, setjast niður og bíða eftir að rétta ljósið komi. Þetta er æðislegt. Já. Og þetta kanntu allt í dag, með ljósið og raðan og þetta? Já, ég kann kannski ekki allt, sko, ég get alltaf lært aðeins meira. Já, en þú, en sko, er þetta ekki lögvarinn inngrei? Jú, þannig ég raun og veru má ekki kalla mig ljósmyndara, sko. Nei. En ég get kallað mig listamann með myndavél, sko. Já, og hvað gerur það þá? Ertu þannig, eða? Já. En tekurðu mikið af myndum? Nei, ég tek ekki droslega mikið, sko. Það er vegna þess að ég er að taka á löngum tíma, kannski. Já. Og ég er yfirleitt á ferli þegar engin annar er á ferli. Þú varst með sýningu núna fyrir ekki löngu síðan? Já, ég var í ágúst. Já. Þá var ég með sýningu í Kartöflugeymslunni. Já. Og það var, það voru myndir sem ég var búin að vera að taka svona undanfarin 6-7 ár. Það voru svona hreyfðarmyndir. Hreyfðar? Já, þannig að myndavélin stilt á langan tíma. Ég hendi þeim yfirleitt út frá hérna. Já, þessar sem er óvart hreyfðar kannski ganga ekki upp, sko. En eins og ég gerir þetta þá stilli ég myndavélina á langan tíma og hreyfi hana til þess að mála inn það sem ég vil fá. Nota hana bara eins og pensil í raun og veru. Já. Selurðu þetta? Já. Hefurðu selt myndir? Já. Eru hangandi myndir eftir þig út allt? Ekki út allt. Og þannig vil ég heldur ekki hafa það, sko. Nei, þú vilt það ekki. Nei. En sko Helga, það er ekki bara þetta, sko, svo er það maturinn. Já. Þú ert mikill matgæðingur. Já. Hvaðan kemur það? Það er hálfi laukurinn í ísskápnum á Írlandi. Á Írlandi? Það er svona neyðinkennin eftir konu að spinna. Þegar þú kannski átt lítið milli handana, maður verður að borða vel. Við setjum ekki lélegt bensín, sko, á okkur. Nei. Við verðum að borða vel. Þannig að ég fór svolítið mikið í að skoða einmitt hvernig get ég keypt mér hollan og góðan mat og svarið þar var kauptu hráefnið, eldaði frá grunni. Og fæ óbúslega mikið, ég hef alltaf haft áhuga á því að elda góðan mat og borða góðan mat. En þarna byrjaði ég svona mjög alvarlega að hugsa hvað það er sem við látum í okkur. Var það, segirðu á Írlandi? Já. Já. Og svo náttúrulega bara
jókst þessi áhugi svona verulega mikið fyrir svona 10 árum síðan. Já. Og ég byrjaði bara, var alltaf að elda, alltaf að gera tilraunir. Og svo hugsaði ég, heyrðu, ég kann að taka myndir, ég kann að gera vefsíður. Ég bara skrifa niður þessar uppskriftir og tek myndir af matnum og geri bara uppskriftasíðu. Já. Þannig að það var verkefni alveg í heilt ár, ein uppskrift á dag. Ein á dag? Já, bóndinn kvartaði mikið þegar þessi verkefni var lokið af því að hann fikk alltaf nýjan mat á hverjum degi og stundum... Já, sem að þú bjóst til? Já, og stundum kannski þrennir desertar. Nei. En núna bara svona venjulega matur, svoðinn fiskur og svona. Já. Hvar var þessi síða? Hún bara á netinu, allskonar.is. Allskonar.is? Já. Og það bara allar þessar uppskriftir komnar þangað? Já, það eru eitthvað 400 uppskriftir á þinni, rúmlega. Já. Hver upp á smaturinn? Indverskur matur. Indverskur? Já. Karrí, mikið? Nei, ekki frekar karrí, aðalega bara svona þetta samspil af kryddi sem maður notar. Og þetta er svo mikið grænmeti, ég ekkert mikið kjötmanneskja. Já. Og það er svo gaman sko að elda þetta, því það kemur svo rosalega góð lykt og það er svo fallegi litir. Já, fallegu matur. Já. Já. En sko, komstu þá í gott hráefni á Írlandi? Já. Ég gat nefnilega farið út í sveit og verslað allt grænmeti hjá bónda til dæmis. Já. Eigum að bera saman það sem þú ert að kaupa hér? Já, það er svona, já. Nei. Já. Nei, mér finnst það er sko sorglegt með grænmeti og ávexti á Íslandi. Við Íslandingar erum að framleiða grænmeti og það er alveg ágætt grænmeti. En það sem hefur verið að flytja hér inn og selja okkur, þetta er ekki annars flokks, þriðja flokks, ég veit ekki, þetta er alls ekki fyrsta flokks. Já, er það? Já. Það er alltaf fólk sem að pæli svona í mat eins og þú ert að gera. Já. Vilt fá gott hráefni, vinna úr því. Að það hugsar á þennan máta. Já. Ég átti svona, hvað sem uppljómun einhverja. Ég fór í súpermarkaði á Ítalíu í fyrra. Tókstu myndir af því? Nei. Ég veit ekki hvað fólk hefði haldið, ég var að taka myndir. Já. En ég gekk inn í grænmetisdeildina sem var alveg flenni stór og ég stóð þarna og þarna eru 20 tegundir af tómatum hver, en er gyrnilegri sko. Og bara hvert sem maður leit, þetta var bara, ég fekk bara tár í augum sko. Og ég hugsaði bara, hvað erum við að borga fyrir hérna í Íslandi? En af hverju getum við ekki haft það svona hér? Ég veit það ekki. Ég er ekki businesskona, sko. Nei. Sko, þú ert ekki businesskona, en þú ert samt búin að gera ýmislegt skemmtilegt. Já. Þú ert mikil tónlistarkona og fer til Írlands og fræða sjálfa þig og læra og spila. Og þú ert í ljósmyndun og þú ert matgæðingur og þess áttar, hvað næst? Heyrðu, ég stend í raun og veru núna svolítið á spennandi tímamótum af því að í vor ákvað ég að breyta til, fara úr þessar föstu vinnu og því öryggi yfir í bara að skella mér út í að gera bara það sem mig langar til þess að gera. Nei. Bara gefa mér tíma í það. Þetta var alltaf þannig, vinnan var svolítið mikið að flækjast fyrir af því að mér finnst það erfitt að segja nei fyrir því sem er skemmtilegt. Já. Og þannig að hvað næst, já, það er spila ennþá meiri tónlist. Og bara í raun og veru halda áfram að gefa af mér. Já. Ætlarðu að halda áfram að kenna þrátt fyrir það? Já, mér finnst það vera algjör sko nauðsynlegur hluti að ég að vera tónlistarmaður. Að kenna? Já. Maður gefur af sér á tónleikum, en þú gefur allt öðruvísi af þér í kennslu og það gefur þér svona vissa tengingu við upprunann að kenna. Hefurðu alveg skap í það að kenna? Já. Þú veit alveg, sko, getur alveg setið og hlustað á... Já. Hvað sem er? Já. Já, er það? Þetta er allt dásamlegt. Þetta er allt sko stór sigrar hjá nemendum. Já. Það er svona, þó er hljóminn náttúrulega misfagurt, en þegar maður er með nemendanum í þessu, maður samgleðst alltaf, alveg sama sko. Ef það voru 50 villur í laginu í síðasta tíma, en það er bara 2 í dag sko, það er frábært. Þekkirðu fólkið þitt í Noregi? Nei, því miður.
Við hafum lítið samband þar. Já. Hvar býr það, veistu það? Þau búa í Þrændarlögum og systkini pabba, einhver er farin suður til Spánar. Þannig að þú ert í litlu sambandi við norska hlutana þér. Já. Finnur þau að þú ert hálfnorsk? Nei, ekki nema þegar ég þarf að ferðast. Ég er með norskt vegabréf, sko. Þú ert með norskt vegabréf líka? Nei, ég má bara vera með eitt þegar við erum normaður. Þannig að þú, er það, þannig að þú ert ekki með íslenskt vegabréf? Nei. Hvernig finnst þér það? Mér finnst það bara fínt. Mér finnst það pínu skrítið til dæmis að nú er það að koma kosningar. Það er hluti sem ég get ekki tekið þátt í. Já, einmitt. Sama með forsetakosningarnar. En aftur á móti ég get tekið þátt í sveitarstjórnarkosningum. Þú hefur verið í svoleiðis? Já, já. Þú er við sveitarstjórn? Já, 2 kjörtímabil. Svalbarðsstrandarhrepps, er það ekki rétt? Jú. Já, og hvernig fannst þér það? Það var mjög gaman. Já. Maður læriði ofboðslega mikið að þetta var harður og hraður skóli. Já, er það? Já. En ofboðslega gaman. Geta unnið fyrir samfélagið. Já. Virkilega gaman. Þér finnst gott að gefa að þér? Já. Maður finnur það alveg á þér. Já. Ég á bara litla kanonvél. Já. Ég ætla ekki að mynda þér. Já. Sko, þetta eru átó. Það má alveg líka. Það er ekkert stilltur hraði að ljósók eða neitt. Helga Hvamm, það var gaman að fá að spjalla við þig lífið og tíðum. Takk fyrir að bjóða mig.